Og áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4 og nú það myndlistin. Hún komin til mín frá listasafninu á Akureyri og Þóra Sigurðardóttir, myndlistamaður og sýningarstjóri. Velkomin. Takk fyrir. Það fyrirhuguð sýning í október og þú ert svolítið að auglýsa eftir verkum á þá sýningu. Já, það nefnilega þannig að þessi sýning á verkum konu sem lifði frá 1885 til 1959 og verkanar hafa ekki verið sýnd opinberlega áður og eru eingöngu í eigu afkomenda. En við vildum freista þess að kalla eftir eða skyldu einhvers staðar vera til teikningar eða málverk eða hvað sem eftir hana, einhvers staðar þarna úti. Já, bara í svona, kannski bara geymslu með upp á hálofti. Já, hver veit, sko. Hver veit. Hver veit, þannig að þess vegna ég nú hér til þess að vekja athygli á þessu. En reyndar það ekki alveg rétt að verkanar hafa ekki verið sýnd opinberlega vegna þess að 2 þeirra málverk, nokkuð stór málverk, hafa verið í Akureyrar kirkju frá 1942 þegar hún gaf kirkjunni þessi verk. Og þetta eru 2 Maríumyndir sem að ég býst við allir Akureyringar hafa séð og hort á. Ef við erum heppin fáum við kannski myndir núna hérna með viðtalinu af þessum verkum. Þau eru þarna og hafa verið þarna allir til síðan. Hún gaf kirkjunni verkin sem hún málaði og þannig að það eru verk í opinberri eigu og í opinberri rými. Og hver kona? Við förum aðeins í það. Já, konan menntuð, myndlistamaður. Á þessum tíma? Hún sem sagt, sem svolítið sérstakt, sko. Það saga í fjölskyldinu sem segir að pappa hennar vildi hún færi í tannlæknanám sem líka svolítið sérstakt. Og foreldrar hennar, þau voru svona bæði frekar meðvituð, samfélagslega á þeim tíma. Og það voru náttúrulega mjög sterk kvennarhreyfing hérna í kringum aldamótin 1900. Og þau vildi hún færi í tannlæknaskólan í Kaupmannahöfn en Stína litla sagði nei, hún vildi færi í myndlistanám. Og hún fekk það í gegn og sigldi til Edinborgar 1904 til að stunda myndlist. Stína litla hét fullu nafni? Hún hét Kristín Katrín Þórðardóttir Thoroddsen. Það var ekkert öðruvísi. Og hún skal ég segja þér, við vitum ekki nákvæmlega hversu lengi hún var í Edinborg nema við vitum að hún giftist 1906 sem sagt, 2 árum seinna. Þá var hún örugglega komin heim. Já, giftist Íslandingi eða? Hún giftist manni sínum sem var Steingrímur Matthíasson, læknir. Já, þannig liggur í því. Og þau bjuggu hér á Akureyri alla sitt sambýli á Spítalavegi 9. Þar bjuggu þau og ólu upp sín börn og hún sem sagt, þau eignuðust 9 börn en 6 komust upp og þegar hún var búin að koma börnunum á legg þá langaði hann að taka upp þráðinn aftur. Og gerði það. Þannig að þeirra Steingríms samlífi var lokið þarna 1932 og hún heldur út í heim. Já, þau skildu. Þau skildu. Já. Þau gerðu það. Og fór hún þá í frekara nám eða? Hún gerði það. Hún sótti sér frekara nám bæði í Bretlandi, í London og fór svo til New York og var þar í Art Student League skóla og sótti námskeið líka. Hún var orðin fullorðin þarna þegar þetta en hún bara vildi þetta. Og heldur, myndi hún teljast afkastamikið listamaður? Er þetta mikið eftir hann? Nei, það ekki mjög mikið varveitt. Nei, en það svona rétt nóg í eina litla sýningu. Hún reyndar tók líka ljósmyndir á ferðum sínum, ferðast til Asíu og við ætlum að setja nokkrar eða svona eina góða grúppu af ljósmyndum frá Indlandi og leiðinni til Indlands.
sem að hafa varveist á í fórum afkomendur. Já. Þetta afar spennandi og athyglisvert. Þetta svolítið sérstakt og alveg sko þess virði að draga það fram. Getur maður eitthvað lýst sko stílnum hennar, var hann stöðugt að þróast, breytast eða er þetta eitthvað svona einkennandi svona? Já sko, það er náttúrulega konur í myndlist á þessum tíma er mikið að fást við uppstillingar og landslag. Með mér í þessu sýningarvafstri er Hrafnhildur Schram. Hún skrifa texta í sýningarskrá og hún er náttúrulega sérfræðingur í sem sagt, þessum tíma. Hún skrifaði bókina Huldukonur í íslenskri myndlist sínum tíma og fjallar þær konur sem fóru til náms þarna í kringum aldamótin. Og það er nefnilega, þetta er svo áhugavert. Sú sem fór fyrst í myndlistanám til Kaupmannahafnar var Þóra Pétursdóttir, biskups. Hún er svona kynslóðinni á undan 15 árum eldri en Kristín og hún fer til Kaupmannahafnar í myndlistanám hjá mjög þekktum málara þar og í kjölfarið fóru nokkuð margar íslenskar stúlkur. Já, hún er rutt brautina. Já, Þóra náttúrulega gerði það og hún rutt ekki bara brautina fyrir konur því að hún kendi Þórarni B. Þorláksinni sem er svona fyrsti íslenski málarinn sko, sem að leggur fyrir sig myndlistina aðalatvinnu, málarlistina og hún kendi honum áður en hann sækir inn í akademíunni í Kaupmannahöfn. Þannig að það er svolítið merkilegt og það er þess að saga Kristínar tengist svona inn í þetta að svo mörgu leyti og þess vegna var svo frábært að Hrafnhildur Schram var tilbúin til það skrifa texta en við verðum líka með sýningarskráni texta eftir Sigríði Matthíasdóttur sem er doktor í sagnfræði og hún fjallar sérstaklega grein sem að Kristín skrifaði í Kvennatímaritið Hlín og birti þar 1918 og þetta er mjög róttæk grein stöðu konunnar og eiginlega skipulag heimilisins. Spennandi. Já, og þannig að það er líka sko, hún verðist átta sig á því, Kristín, að sko það er forsenda til þess að geta þroskað hugsun sína, það er að hafa sér herbergi, að hafa athvarf og hún er að fjalla það meðal annars í þessari grein. Þetta er ótrúlega spennandi. Ef einhver skildi nú bara að hugsa, heyrðu myndin hérna upp á lofti og alltaf bara kíkja aftan á hana, hvernig er það þá, veistu hvað, var hún með skammstafanir eða bara... KTH er signering hjá henni, hún signerar ekkit öll verk. Það er nú aðeins vandamál, sko, hún ársetur þau ekki og hún signerar þau ekki öll. Þannig ef einhver er í vafa með eitthvað verk, þá er það bara að fara og hitta einhver og spyrja, getur þetta verið hennar? Já, algjörlega. Kæra þakkir fyrir að koma og segja ykkur frá þessu, Þóra, og spennandi að sjá þessa sýningu í Listasafni Akureyrar næsta haust. Sömuleiðis. Fyrir að gangið við.